Jæja, þá komum við að síðustu vikunni. Við erum búin að vera svo dugleg yfir önnina. Við núna hefum heila viku bara til þess að chilla, skoða eitthvað, fara yfir efnið og svona. Og það var mest áhugi því að skoða gömul próf og fara yfir efnið. Og því að, eins og heilræði segir, illa best frestað, þá ákveði að gera fyrst það sem er auðveldara, það er að segja fara yfir próf. Og síðan að taka saman eitthvað efni fyrir miðvikudaginn. Og ef þið viljið koma ykkur að eða spyrja út í eitthvað sérstakt, endilega stoppið mig af og koma ykkur á framfæri. Þannig höldum við bara áfram hérna. Svona einföldu prógrammi. Þannig ég ætla semst að skoða prófið frá því fyrra, reikna það, prófið frá því hitt í fyrra, reikna það. Skoða líka próf frá Princeton og já, það ætti eiginlega að duga fyrir daginn í dag. Og næsta tíma ætlaði ég síðan að taka svona eina heildari yfirferð yfir allt efnið. Hvað við sérstaklega ætlum að skoða eða hvað er sérstaklega til prófs frekar en annað. Nú, varðandi uppsetningunum prófinu, þá hef ég hugsað mér að hafa þetta svona álíka eins og var í fyrra og hitti fyrra. Þið tæki eftir ég með svona samansafn mismunandi tegundar af spurningum. Reyndar að því að nú fjölgar alltaf nemendum hverju ári, þá þarf maður að vinna ennþá meira að því að gera það auðvelt að fara yfir. Þannig ég kannski reyni að fækka frekar þessum spurningum þessum að skrifa út eitthvað í texta. Þannig að það sé auðveldara að gefa fyrir. Svona spurningar til dæmis er þægilegar vegna þess að það er auðvelt að gefa fyrir svona. Nú hérna er tímaflækja. Já. Viltu það? Já, ok. Tímaflækja, hérna er einföld talning á lykkjum. Eða þetta er talningu á umferðum í gegnum tvöfaldir eða þrefaldir lykkjur. Og í fyrsta dæminu þá sjáum við að y fer frá 0 upp í n-1 og j fer frá n og niður í 0, en í hverju umferð þá, hvað gerist við j-ið? J deilt jafnt á 4. Það er sem sagt fjórðungast í hverju umferð. Hvað ætli þetta taki þá langan tíma? Hérna sjáum við að þetta eru aðskildar lykkjur, þannig við getum reiknað annars vegar fyrir y og hins vegar fyrir j, óháð hvort öðru, og síðan margfalda saman fjöldan hverju fyrir sig. Og það er augljóst að sjá að það sé n umferðir í gegnum ytri lykkjuna, en hversu margar í gegnum innri lykkjuna? Og log 4, það er akkurat rétt, það er lagurinn með grunntölu 4. Því við deilum með 4 með hver skipti. Og það hefur rétt, það er hérna gefið big þeta, þannig að það dugar að hafa vaxtarhraðan. Það þarf ekki að hafa réttan fasta hérna fyrir framan. Þannig að hérna myndi duga að segja til dæmis n log n. Ef það er n log 4 með grunntölu, n log n með grunntölu 4, þá er það líka góðu lagi. Ok, næsta dæmi þá erum við líka með svona aðskildar lykkjur. Það eru ekkert að háðar hvort öðru. Þannig að hérna dugar aftur að margfalda saman fjölda umferða. Við erum með n í ystu umferðina. Hérna er eitthvað klassist fyrir næstu. Hvað er það? Næstu. Hérna með jóði byrjar í n-i, fyrir niður 0 deilt með 2. Með sama rökstuðningi þá er það lagurinn af n. Og grunntölu 2. En þessi næsta, k fer frá 1 upp í n og það margfaldast með 2 í hver skipti. Með sömu rökum þá er það líka lagurinn af n. Þannig hérna er annað lagurinn af n. Þannig svarið er þá n sinnum log n sem log n, sem að skrifa sem n sinnum log n í öðru veldi.
Þá kemur þriðja umferðin, þriðja dæmið, hérna I fer frá 0 upp í N, nú fer J frá 0 upp í I, K fer frá 0 upp í J. Ok, hvernig glímum við það? Hérna getum við kannski rifjað upp að þetta rauninni sama og fjöldi þrenda í mengi af stærð n. Við prófum öll gildi fyrir stærsta stakið og síðan öll gildi fyrir stakið fyrir neðan, af því að 0 fer frá 0 upp í I-1 og síðan öll gildi fyrir minnsta stakið og það gildi K. Þannig hérna fáum við allar mögulega þrendir. Við munum kannski allir starffræði að það akkurat n þar að valið 3 sem gilt svar. Við þurfum ekki að hafa það svo nákvæmt. Það dugar að muna að þetta sé rauninni n í þriðja deilt með 6 og vegna þess að við biðjum bara big þeta þá dugar með sig að segja að þetta bara n í þriðju. Ok, hérna má meira að gera töluvera einfaldanir til þess að átta að sjá því að þetta virkilega vaxtarhraði. Fyrstulega auðvelt að sjá að þetta verður aldrei meira heldur en n í þriðja vegna þess að hver umferð hérna getur aldrei orðið meira heldur en n. J verður ekki meira en n, þannig að K verður heldur ekki meira en n. I verður aldrei meira en n, þess vegna verður J aldrei meira en n, þess vegna verður K aldrei meira en n. Þannig að n í þriðja virkilega efra mark á þetta. Hvernig getum við séð að það sé neðra mark líka án þess að vita hvernig á reikna úr þessu? Já, einleið svo að gera svona einfaldanir til að mynda, sleppa bara þessu minnstu gildum fyrir I. Telja bara gildin þar sem I fer frá 2 n deilt með 3 upp í n deilt með upp í n. Það eru n deilt með 3 mismunandi gildi. Og þá getum við líka, fyrir hvert af þessum gildi fyrir I, þá getum við skoða gildin þar sem að J fer frá n deilt með 3 upp í 2 n deilt með 3. Það eru líka n deilt með 3 gildi. Og þá getum við skoða, tali bara gildin þar sem að K fer frá 0 upp í n deilt með 3 og það eru líka n deilt með 3 gildi. En ef við margföldum það saman þá fáum við n í þriðja deilt með 27 og að því við höfum ekki áhuga á fastanum þá getum við sleppt honum. En kannski að þetta sé ekkit einfaldara fyrir ykkur að hugsa þetta svona. Allavega þetta dæmi tegund af svona endurteknum lykkjum sem við getum þurft að glíma við. Og síðasta dæmið síðan svona endurkvæmt fall. Þannig við þurfum að reyna að átta okkur á því hversu oft þetta endurkvæma fall framkvæmt og hvað mikla vinnu við leggjum í hvert kall hérna. Og hérna sjáum við að inn í body á þessu falli þá erum við hérna með eina lykkju sem framkvæmt n sinnum. En síðan eru líka með þessi endurkvæmuköll sem þurfum þá að leggja saman. Og það þarf að reikna upp úr þeim. Nú, við fáum úr þessu svona mismunarjöfnu, fjöldi umferðar sem framkvæmum með gildi n jú kostnaður sem við framkvæmum inn í fallinu sem n pluss kostnaður sem endurkvæmuköll sem það bil 2000 t af n deilt með 2. Og út frá þessu getum við rauninni þekkt hvernig þetta við þurfum ekki endilega að leysa þetta. Þess að við getum þekkt að þetta rauninni sama mismunarjafnan og fyrir hvaða reiknirinn.
Lýsing á tímaflaggi og hvaða reiknirit var þetta? Hvaða reiknirit það sem skiptir verkefninu í 2 jafna búta, keyrir endurkvæmt og hvort fyrir sig og leggur n vinnu í annarkvort skiptinguna eða það saman. Binary search þarna dæmi, en þar gerum við bara annar hlut en ekki báða. Og við gerum bara kostnað upp á 1 fyrir hvert próf sem við gerum. Akkurat, merge sort. Þetta nákvæmlega merge sort. Tímaflaggin merge sort Hvað tímaflaggin merge sort? Það eitthvað sem það ættið að vita. Ég ættið að muna tímaflagginu á þessum helstu reikniritum. Svarið n log n. Þannig að við erum ekki allast til þess að þið getið reiknað upp úr svona mismunjöfnum, en þið kannski getið þekkt hvaða mynstur koma af við sögu. Nú, ég kannski hef ekki lagt eins mikla áherslu á þessa reikninga eins og áður. Ég aðeins dregið úr áherslu á að leysa svona mismunjöfnur. Ok, stappið mér nú af. Ná, hann nú. Límist af skjáin hérna. Þá fáum við dæmi líka vaxtarhraða, en það sem við eigum að einfalda út frá tildaritætti. Og tildaritættur gengur út það, við þurrkum út þá hluta sem vaxa hægar. Heldur en, þannig að við skiljum eftir bara þá liði í summunni sem vaxa hraðast. Og hérna erum við reyndar með margfelda tveimurstærðum. Ein leið til að glíma við það einfaldlega að sleppa bara út þeim hlutum úr hvorum þætti fyrir sig sem vaxa hægar. Þannig að í fyrri þættunum þá sjáum við 1 og síðan 1 deilt með n. 1 deilt með n stefnir á 0. Þannig að þessi hluti vex hægar. 2 versus log n. Log n vaxandi, 2 fasti. Þannig að 2 vex hægar. Þannig að eftir situr 1 sinnum log n, sem svarið. Það líka verið hægt að reikna uppbrúsi með því að fá, við fyrir með 2 plus log n plus 2 deilt með n plus log n deilt með n og eyða síðan þeim liðum sem vaxa hægar. Þá sjáum við að log n það sem vex hraðast hérna. 2 fasti, 2 deilt með n stefnir á 0 og log n deilt með n stefnir líka á 0, því n hraðar vaxandi fallheldur en log n. Nú, næsta lið, n plus 100, hvað vex hraðar? Fyrir öll gild af n sem minna 100, þá vex 100 hraðar. Svarið n. Og hérna einföld beiting á lágrareglum. Lágra og vísisreglur ættum við að þekkja við. Og það reglan svo að lágrin og það að taka upp í veldi eru andhverföll. Þannig að lágrin af 2 í veldinu x, þetta lágrin með grunntölu 2 og 2 í veldinu x, þá fáum við út x. Sama, ef við tökum 2 í veldinu lágrin af x, þá fáum við líka x. Ef við tökum í veldinu náttúrulega af x, þá fáum við x. Þannig að svarið hérna það sem í veldisvísinum sem 2 sinnum n. Nú síðan fáum við hérna aftur 2 liði. Þá spurning hvaða liður vex hraðar. Annar með n í öðru og hinn með n log n. Nú við vitum að n í öðru vex hraðar heldur en n log n. Vegna þess að n vex hraðar heldur en log n. Þannig að það 2 í n í öðru sem situr eftir. Hérna mikilvægt að muna að því að það biðja tildaritátt, þá skipta þessu fasta máli. Það ekki gefið rétt svar fyrir n í öðru. En síðasta dæmi, það reyndist nú kannski erfiðast.
Hérna erum við rauninni aftur að beita lograreglu. Hvernig þá? Hvernig getum við einfaldað þetta log af 2n? Hvað sér þú? Fyrir ekki að segja þetta eftir? Já. 2n mínus 1. Já. Þú ert að reyna að breyta þessu hérna. Það er ekki rétt. Rímum upp logregluna aftur. Raunin logri af a sinnum b er jafnt og hvað? Logrin af a pluss logrin af b. Hins vegar ef maður er með logrin af a deilt með logrin af b, þá er það allt annar hlutur. Það sem er hérna innan í versus það sem er utan á. Þannig að rauninni getum við ekki stytt út hérna út frá þessu deilingamerki hérna, en við getum breytt þessu gildi hér. Við getum umbreyttið yfir í þá 1 er logrin af 2 pluss logrin af n og allt það deilt með login. En hvað er log af 2? Já, það er fasti, rauninni er sá fasti jafnt og 1. Þannig að við erum með 1 pluss log n deilt með log n, sem má líta á sem 1 deilt með log n pluss log n deilt með log n sem er 1. Ok, nú erum við búin að einfalda þetta eins og við getum, nema að nú viljum beita tildaritætti og þá er spurning hvað vex hraðast hérna og hvað situr eftir. Það er fastin, já, vegna þess að log n er vaxandi fall og þess vegna er 1 deilt með log n minnkandi fall, það stefnir á 0, en eftir situr þessi 1 hérna, þannig að það er svarið. 1. Ok. Ef þið eru ekki með þessar logra og veldisreglur hreinu, þá mæli með því að þið rifja þær upp og prófið svona smá dæmi af þessu tagi. Ok, Union Find gagnagrind. Hvert af þessu eru gild tilfelli? Nú hérna hjálpa til að reyna að teikna þetta upp og sjá hvernig þetta lítur út. Og þá sjáum við að það er 1 sem vísar í sjálfan sig. Og nokkru aðrir vísa í hann. Það er líka einhverju sem vísa í 2. Hverju vísi 1? Jú, 0 vísar í 1. Og 4. Og 5. Og hérna sjáum við að það eru nokkru sem vísa í þetta hérna. 3 og 6 og 7 og síðan er hérna 8 líka. Nei, 8 vísar á 0-ið og þá erum við búin að teikna allt upp, held ég. Þá er spurningin, ok, er þetta gilt? Getur þetta komið fyrir þegar við erum að beita hérna weighted quick union? Getur þetta almennt alveg birst þegar við erum að vinna með svona union find gagnagrind og sérlega getur þetta birst þegar við erum að nota weighted quick union. Þá minnum við okkur á að weighted quick union gengur út á það að ef við fáum 2 tré sem við erum að sameina með union, þá er það alltaf minna tréð sem fyrir undir það starra. Eða undir rótina því starra. Það sem minna er þá fjöldi hnúta í því tré. Og hvað segjum við þetta hérna? Já, ekki það þessu. Ok, þá skoðum við nú með D hérna. Getur reynd að teikna það líka upp.
Við sjáum að 1 hérna rót og það eitthvað mikið að gerast hérna, 7 bendir á 1. Ok, og hvað svo? Og síðan 5, já. Hver bendur á 5? 4 bendur á 5. Og 3 bendur á 4. Og 2 bendur á 5. Nú, svo fáum við að 8 bendur á 0. 6 bendur á 0. Nei, 0 bendur á 6, segi ég. Og 6 bendur á 8. Hvað segjum við við þessu? Hérna getum við sagt, jú, að þessi fyrir 2 tré eru í góðu lagi, en þetta síðasta einfaldlega ekki tré, það rás. Við getum ekki fengið rás með því að gera neina junior fan gangagrind. Þannig að svarið hér nei. Ok, kannski best að stróka þetta út þá. Og þá setjum við eftir með dæmi 3. Og þar sjáum við að við erum hérna með 1 sem rót. Og síðan 0 sem bendur á hann. Og 2 líka rót. 4 bendur á 1. Og 5 bendur á 4. Síðan 3, 6, 8. Og þetta virðist vera alltaf sömt. Þetta í lagi? Hérna spurningin hvort að þetta allavega tré, þetta eru gild tré, jú. Spurningin hvort að þessi vegnaregla geti hafa gilt. Að getur það verið að við höfum alltaf verið að beita þessari reglu að setja minna tré undir að læra. Og hérna ekkert vandamál við þetta. Þannig að bæði tilfellum getur þetta komið. Þannig að svarið hér já. Í síðasta dæminu þá öll gildin jafnt á 8. Það rauninni tákna það að 8, það benda allir á 8 svona. Getur það komið upp? Já, það getur einfaldlega komið upp. Þannig að þetta í lagi. Þannig að þetta ekki sérlega vel smíða dæmi fyrst mér vegna þess að þetta aðeins of einfalt. Hvað segir þau? Að láta, já, 7, 8 benda á 3, já. Það átti að vera 7 svona, já. Hefur það einhver áhrif? Nei, það hefur ekki nægilega mikil áhrif. Ok. Næsta dæmi þá að fáum við svona stutt svör. Við þurfum að velja eina lausnaraðferð. Hérna spurt röðunaraðferðir. Hvaða röðunaraðferð hentar best í viðkomandi aðstæður. Hérna spurt að lágmarka aukapláss og líka góða tímaflækju. Það eru nokkra aðferðir sem eru in place, taka ekkert aukapláss. Dæmi það insertion sort til dæmis, selection sort. Shell-sort reyndur líka, en við skoðum ekki shell-sort, þannig hún myndi ekki koma upp. Merge-sort dæmi aðferð sem ekki með slík vandamál. Ekki in place, það tekur aukapláss sem jafn mikið og stærðin á fylkinu. Þannig að það á ekki við. Aðrar aðferðir sem með góða tímaflækju eru heap-sort og quick-sort. Og
hver þeirra notar ekki aukablás? Já, það er heap sort. Það er heap sort sem átti að eiga hérna við. Og hérna reyndar quicksort ekki alslæmt vegna þess að það notar ekki mikið aukablás. En það er samt talað að lágmarka aukablásið. Þannig að hérna heap sort réttara. Inntækið nálægt því að vera raðað. Hvaða aðferð sem virka vel þegar inntækið nokkuð raðað? Þá munið þau kannski að það var insertion sort. Lágmarka þarf tilfærslu á gögnum. Þetta yfirleitt eitthvað sem þessar aðferðir ekkit sérstaklega spá í, en það er eina aðferð sem notar lágmarkan fjölda af tilfærslum og það er selection sort. Raða þar fyrst eftir einu gildi og síðan eftir öðru. Þetta er það sem við kallum stöðug röðunaraðferð. Það er að segja, til þess að þú getur raðað í tvisvar og fengið að raða eftir tveim mismunandi gildum, að þá þarf fyrri keislan að vera stöðug, eða seinni, þannig að umbreyta ekki útkoman úr fyrri keislinni. Nú, hvaða aðferðir stöðugar? Já, sumar af þessum eru það. Heap sort það ekki. Insertion sort það. Selection sort það ekki. Hvaða fleiri? Quicksort? Nei. Hvaðan eftir merge sort? Já. Þannig eftir situr að insertion sort og merge sort eru þá bæði gildar aðferðir. Hérna ætlaðist ég til að við setjum hérna merge sort vegna þess að við viljum yfirleitt alltaf líka lágmarka tímaflækju, en það kemur ekki skýrt fram hérna. Ok, hvað kemur næst? Hvaða gagnagrindir eða reiknir tengjast denial of service? Jaha. Það eitthvað sem tengdist í. Q. Nei, ekki Q. Þetta kom upp tvisvar þegar við vorum að tala tímaflækjur. Hvernig óskopunni getur denial of service tengst gagnagrindum með reikniritun? Denial of service gengur út á það að þú sendir inn einhvers konar fyrirspurnir að því formi að þá heldur þjónunum svo uppteknum við að gera eitthvað. Og þá ertu að spila upp á einhvers konar verstafalls tímaflækju, hann hegðir sér illa á ákveðin inntök. Þannig að við erum að nýta okkur það að gagnagrindin eða reikniritið hefur kannski góða meðaltalstímaflækju, en í versta falli getur hún slæm, og ef þessi árásaðali veit hvernig aðferðin virkar, þá getur hann hannað inntæki þannig að beinlínis stilli inn á þetta. BST? Það getur verið já, ef það verður BST hérna bakvið, já. Ég man ekki reyndar eftir að nokkur hafa slungið upp á því, en vissulega getur það verið. Oftast eru nú notað rauðsvörtri ef menn eru með tvílitatrí á annað borð. Menn ekki eftir þessu? Lélegt quicksort. Það var einmitt talað að menn hefði smíðað inntak af því formi, þannig að quicksort noti hafi enn í öðru tímaflækju. Það er ekki alltaf. Það er ekki notað af systemrútínunni í Java til dæmis. Það er gert hér. Ég hitt að dæmið akkurat að því þú talar BST,
hvaða gagnrýnd það sem gerir sams konar hluti en er með góða meðaltalstímaflækju. Akkurat. Tætatöflur. Og þetta undir besta dæmið þetta. Ok, þá kemur hérna spurningu varðandi tímatökur, mælingar, hvernig við getum dregið ályktanir frá einhverju slíku. Við erum búin að vera að teikna hérna á log-log-graf einhvers konar punkta og finnum að þetta samsvarar nokkurn veginn einhvers konar línu, þar sem línan það bil 1,02 sinnum x pluss einhver fasti. Og þá eigum við að lesa frá þessu hvaða tímaflækki getur komið við sögu. Nú, hallatalan hérna segir okkur nokkurn veginn varðandi tímaflækju. Þetta hallatalan. Og hún segir okkur að rauninni tímaflækjan ætti að vera n í veldinu þessi hallatala. Þannig að maður ætti þá kannski að lesa að það veri n í veldinu 1,02 en pointið með svona tilraunagögnum að það alltaf einhver skekkja og hérna hljótum að túlka þennan 0,2 sem skekkju. Þannig að við erum að tala tímaflækja forminu n í veldinu 1, eða semst n. En þá reyfum við líka upp að ef við skoðum þessa möguleika sem kom við sögu, þannig að það greinilega eiga ekki en n í öðru og ekki við, en í öðru getur ekki komið við sögu, þá ekki allt. Að þá spurning hvort það geti verið eitthvað annað líka og ef við notum svona log-log kvarða, þá getum við séð veldisvísuna margliðinu, en við getum ekki séð liði sem vaxa hægar. Sér í lagi, við getum ekki séð þennan log-n-faktor. Þannig að rétt svar hér D, n og n log n. Hvoru tveggja í samræmi við þessar mælingar. Ok, þá fáum við annars konar reikninga varðandi tímaflækju. Okkur gefið að tímaflækju einhver ákveðnu reikniriti sé tilda 100 sinnum 4 rétta. Þannig að þetta margar aðgerðir sem þarf að framkvæma fyrir inntakastærðinni n. Síðan erum ákveðna tölvu sem framkvæmir 10/9 aðgerðir á sekundu. Nú, það sem við erum áhuga að gera að glíma við stórt inntak og mögulegt svo lengi sem að heildar tímakostnaðurinn sé mestilega 30 stundir. Og til þess að hafa allt á sama kvarða, þá hérna búið einfalda fyrir okkur að 30 stundir það bil 100.000 sekúndur. Þetta hérna pluss mínus 1, það var kannski ekki alveg nægilega skýrt, en það átti við það að við höfum áhuga á gildi á n pluss og mínus 1 sem gæti hérna átt við. Og þá sjáum við að 100 sinnum 4 enda á að vera nokkurn veginn jafnt og hvað? Þetta fjöldi aðgerða en önnur jöfnu fyrir fjöldi aðgerða það sem við gerum á per sekundu og fjöldi sekúnda sem við höfum að ráða. Þannig að við getum gert 10/9 aðgerðir per sekundu. Þetta líka aðgerðir. Og við höfum yfir að ráða 10/5 sekúndur. Þannig að þetta þá 10/14 sekúndur. Og nú þurfum við að reyna að leysa þessa jöfnu, svona nokkurn veginn jöfnu, 100 sinnum 4 enda það bil 10/14. Þá getum við stytt hérna út 100 og þá fáum við, styttum 100 út frá þessu, þá fáum við það 4 enda það bil 10/12. Þá að beita hérna þessari þægilegri reglu okkar. 1000 það bil 1004
sem sagt 10 þriðja það bil 2 í 10. Og þannig getum við umritað annarkvort af þessum veldisvísum hérna. Við viljum skrifa þetta þannig að þetta sé á sama formi. Þannig að við getum til að mynda breytt hérna 10/12 í eitthvað sem veldi af 4. Hvernig förum við að því? Ef 10 þriðja 2 í 10, þá það líka jafnt og við skulum kannski skrifa það þannig að 10/12 10 í þriðja í veldinu 4. Satt? Veldareglur. Svo stingum við inn 2 í 10 hérna fyrir þetta og þá fáum við að þetta 2 í 10 í veldinu 4 sem 2 í 40. En nema hvað að við erum með 4 enda versus 2 í 40. Hvernig breytum við því? Við getum notað lágregluna aftur, þetta 2 í veldinu 2 sinnum 20 sem sama á 2 í veldinu 2 í veldinu 20 sem sama á 4 í veldinu 20. Og þá sjáum við að við erum komið með 4 í enda það bil 4 í 20. Sem sagt, n það bil 20. Þannig að svarið 19 eða 21 hefði líka verið í góðu lagi. Þið segið ekki neitt. Þetta skýrt. Þannig að rifja upp veldareglunar og ekki gleyma þessari reglu hérna. Þið eigi ekki að þurfa að nota reiknivél í prófinu ef þið notið svona einfaldanir. En ég finnst að alltaf leyft að reiknivélar séu notaðar. Það hins vegar svo regla að til að menn koma ekki með auka glósur að það þurfa að núllstilla eða forrit inn í reiknivélinni að það þarf að núllstilla minnið. Og eins og kemur fram í lýsingunni á námskeiðinu þá er bókin ekki leyfð og ekki önnur gögn nema að þið megi taka með ykkur 1 blað sem getur skrifað þær formúlur sem þið viljið. Eitt A4 blað. Hvað gerist með þessa? Svona. Ákoma staðhæfingar varðandi P og NP, það var það sem við vorum að fjalla í síðasta tíma. Það reynist nú margum erfitt. Hvað þýðir að P ekki jafnt NP? Það táknar það að öllu verkefni sem í NP taka þá langan tíma. Fyrirgefðu þau verkefni fyrir NP complete taka langan tíma. Þannig að það ekki til margliðbundin aðferð fyrir verkefni sem NP complete, NP erfið. Eitt af þeim satisfiability, annað af þeim sem ég talaði þá Hamilton rásaverkefnið, en ég hef ekki talað það núna. Nú hvað gildir hérna? Þannig að satisfiability verður þá ekki hægt að leysa á skilvirkan tíma. Þetta alveg hárrétt. Það verður ekki hægt ef P ekki jafnt á NP. En hvað með C? Hamilton rásaverkefnið krefst veldisvísis tímaflækju. Ef ég hef stungið hérna satisfiability, það satt á. Satisfiability verkefni krefst veldisvísis tímaflækju. Svarið það reyndar, sem ég myndi nú ekki spyrja núna, svarið hérna ósatt. Ástæðan svo að þó við vitum að P sé ekki jafnt á NP, sem sagt að verkefni eins og satt þá ekki í P, þau hafa ekki margliðu tímaflækju. Það þýðir ekki að þau þurfi endilega að hafa veldisvísis tímaflækju. Nú, liður B hérna, ef verkefni X umritanlegt í satt, þá X torleysanlegt. Hvað
hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að við getum búið til kassa, við getum leyst þetta verkefni X með því að spyrja satt hérna og gera eitthvað við útkomuna og nýta síðan svarið. Ef við vitum að þessi kassi hérna erfiður, þýðir að þessi kassi, að þetta verkefni X hérna verði erfitt. Nei, það þýðir það ekki vegna að það, hérna við að segja, við getum notað lausnarafyrir fyrir satt sem lausnarafyrir X. En við þurfum ekki endilega að nota þetta hérna, við getum fyrir einhver allt aðra leið. Ef þetta væri öfugátt, þá væri þetta rétt. Ef satt væri umritilegt í X, þá hlýtur X að vera erfitt. En þetta hér ósatt. Þannig að það sem mikilvægast hafið á hreinu hérna þessi liður A. P ekki jafnt og NP þýðir að það ekki hægt að leysa þessi verkefni eins og þetta satisfiability á skilvirkan hátt. Rosalega tíma hef ég tekið þetta. Ég reynda kannski fer alltaf hægt yfir. Kannski bara sýna ykkur hérna, sýna ykkur lausnirnar. Þetta, já. Þarna var okkur gefið þetta tré. Nú við getum teiknað þetta tré hérna. Tréð þannig að það sem sagt 16 í rótinni og síðan stökin hérna fyrir neðan samkvæmt því 14, 13 í svona level order 11, 10 og 9. Og við ætlum fyrst að gera del max á þessa hrúgu og hvað gerist? Jú, við tökum þá 9, við eyðum út þessu 16, tökum 9 og færum upp í rótina og síðan á hún að síga niður. Og þá færist 15 upp, hingað, og 13 færist líka upp og 9 kemur þar í stað. Síðan ef við gerum insert á þessu uppaflega hrúgu, og hvernig gerum við það? Við byrjum þá að setja staki sem á að fara inn, þarna neðst, og það síðan sígur upp að við. Þannig að 13 kemur niður, 15 kemur niður, 16 kemur niður og 17 fyrir upp í rótina. Nú, þetta dæmi svona, það sem ætti að vera þægileg dæmi fyrir ykkur, það einfaldlega skiljið hvernig aðferðirnar eru að virka. Hérna ég vonast til þess að endþjóðnin hafi hjálpað til þess að skýra það ennþá frekar. Og síðan spurt ok, ef við breytum númeringuna yfir það að vera númering með grúntölu 0, hvernig það formúlan, hvernig vísum við í hægra barn og vinstra barn? Já, hérna formúlan svo að vinstra barnið ef við erum með stak I, þá vinstra barnið í hólfið 2000 I og hægra barnið stakið 2000 I plus 1. Ef við byrjum að 0, þá ekki erfitt að átta sig á því með því að bara skoða það nokkuð tilfelli, til að mynda með því að tekna þetta upp, við erum með stak 0, stak 1, stak 2, stak 3, stak 4 og þá sjáum við að 2K plus 1, það gefur mann akkurat vinstra barnið, 2K plus 2 gefur hægra barnið. All right. Eins og segir stoppið með af. Ef þörf á. Nú hérna spurningu, hérna dæmi kóðaspurningu. Ég hef verið spurður oft, verður eitthvað forritun á prófinu? Ef það verður forritun á prófinu, þá verður spurningu þessu tagi, þar að það verður ein stök spurning, það með að skrifa 1 stef. Og þá eitthvað í líkingu það sem er gert í þessum verkefnum.
Ég ekki búin að ákveða hvort það verður slíkt, en það gæti orðið að þessu formi hérna. Hérna fáum við lýsingu á hvað þetta stef á að gera og þá að eyða úr tvílitartré öllum hnútum sem hefa nákvæmlega eitt barn. Það að segja, ef við erum með tré af þessu formi hérna, það sem á að gerast að við ætlum að eyða þessum hnút hérna og þessum hnút hér og þessi á þá að færast upp í vera barnið þessu hérna. Þetta var eiginlega ekki nægilega vel heppnaðspurning vegna þess að hún var ekki nægilega skýr fyrir fólki hvað átt að gerast. Og ég hugsa að ég gef eftir og taki dæmi næst eða reyna að tryggja það að það ekki hægt að misskilja hvað spurningin er. Þannig að sumir einfaldlega bara hentu öllu sem var fyrir neðan ef það var slík nóða. En þetta samt sem að dæmi tegundarspurningum sem ég finnst eðlilegt að þið geti gleymt við. Þetta tréð ætti þá að líta svona út í endan. Það að segja, gert svona endurkvæmt fall sem vinnur með til og með þetta tré og hugsanlega þarf að breyta trénu. Og þá sjáum við hvernig þetta sett upp. Það þarf að vera einhver leið til að meðhandla hérna grunntilvikið. Grunntilvikið þegar að nóðan er jafnt á 0, þá skilum við því. Nú ef ekki, þá hérna athugum þessu tilfelli sem á við, það svo að þetta eigi bara eitt barn. Það eru 2 tilfelli sem kom til greina. Ef vinstra barnið tómt, þá það hægra barnið sem á að sitja eftir, en við ætlum að eyða hnútnum sjálfum. En við erum þá í tilfelli þegar við erum með sem sagt eitthvað svona, þannig að hérna ekki neitt, en hérna erum við með eitthvað tré. Og við viljum sem losna við þennan hnút hérna, þannig að við ætlum að skila tilbaka útkomunni eftir við keyrum fallið endurkvæmt á þetta hlutrið. Þannig að keyri endurkvæmt á hægra hlutrið og skila því út, þannig að þetta fallið að skila 9 tré. Gerum það sama ef hægra barnið er tómt. Ef ekki, þá það hnútur sem með 2 börn. Við erum búin að prófa alla hinum möguleikana. Þá ekkert sem við gerum við þennan hnút, en við erum samt sem að gera endurkvæmt köll á þessi 2 börn. Þannig að við uppfærum þá börnin með niðurstöðinu úr þessum köllum. Og skilum hnútum í loki. Komment. Ok. Við erum að klára þetta áður en fyrir pásu. Hvað hægt að segja hæð trjáa með n hnúta sem innihaldi enga hnúta með 1 barn? Hvað þýðir það? Tré með n hnútum, ok, það einhver fullt af hnútum. Það eru engin hnúta bara með 1 barn. Það þýðir að við getum ekki verið með svona þetta versta tilfelli hérna lengur. En hvað annað tilfelli getur komið í sögu? Jú, málið að það getur samt sem að það verið svona. Sko. Og þá hæðin ekki n lengur en hún n deilt með 2. Og hérna gaf ég rauninni fyrir að þetta væri bara línulegt. Það var ekki gefið upp í, því að það ekki gefið sagt hvort það verið tildaritáttur eða nákvæmt gildi eða vaxtarhraði. Þannig að það nægði að hafa rétta vaxtarhraða. Þessu tilfelli, en rétta svarið n deilt með 2. Þetta hámarkshæðin á trénu. Lágmarkshæðin einfaldlega lágmarkshæð á tvíundatré sem log n. Ef þetta fullt tvíundatré, þá hæðin jafnt og log n. Og þá engin hnútur sem með 1 barn. Ok. Hvað þá eftir? 8 net, keyra dýpt fyrst lit á þetta net, byrjum á hnúti A og hvernig heimsækjum við hnútana. Nú ef við röðum eftir hérna hvernig við heimsækjum þá byrjum við að heimsækja fyrst þennan, síðan þennan hérna, út frá þessu komumst við í þennan hérna
Út frá þessum komist ekki neitt annað, þá bökkum við tilbaka, þannig að númeri hérna, tímaskref 4, þá bakka ég tilbaka, bakka hingað, kemst ekki lengra. Þá bakka allavega hingað, held áfram næsta nót, 6. Út frá honum kemst ég þennan hérna, fyrst fyrir ég þennan hér, 7. Út frá honum kemst ég þennan hérna, 8. Kemst hérna 9, kemst hérna 10. Hérna kemst ég ekki lengra, bakka tilbaka, bakka tilbaka, bakka tilbaka. Hérna kemst ég í, Þannig hef ég átt að fara í 8 fyrst, hérna hnútinn E fyrst. Þannig ég verði að lagfæra þetta. Hérna 8, hérna 9. Hérna hins vegar kemst ég ekki lengra, þannig ég bakka tilbaka. Kemst ég hingað í H, E, bakka, 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 bakka. Ég fer fyrst í D-ið af því að það raðað. Það gert ráð fyrir að þeir séu raðaðir eftir hérna stafrófsröð. Þannig séu listarnir raðaðir. Þannig hérna 16, 17, 18. Og þá sjáum við, út frá þessu getum við séð hérna þessa póstorderröð. Hún í rauninni kveðjutímaröðin hérna á þessu. Þannig að þess vegna byrjum við hér. Póstorderröðin verður þá að byrja á, þetta það minnsta póstordergildið. Þannig að það G, síðan B og síðan hvað? E, I, Á, den. Og það akkurat þessi röð hérna, en þetta póstorderröðin. Hérna beðum við reverse póstorder, en samt byrjaði ég að gefa hérna GB. Þannig augljóslega þetta mistök hjá mér. Þannig að hérna var ásættanlegt að einfaldlega svara öðru hvoru, annarkvort póstorderröðinni eða reverse póstorder. Reverse póstorder hefði semst verið þess hérna, þessi röð hér í öfuga átt. Ok, síðan ætlum við að nota þetta til þess að keyra BFS. Og hvernig gerum við það? Það nú líka kannski einfaldara. Að því að byrjum á þessum hnút hérna, setjum síðan alla granna hans í biðröð og heimsækja það í réttri röð. Við byrjum þá á þessum hérna, síðan þessi. Og það sem hérna kannski ágætt að merkja hérna á það sem fer á biðröðina. Þannig að fyrst fór 1 á biðröðina, síðan 2, 3, 4. Við erum búin með 2. Þegar við heimsækjum 2, þá setjum við hvað á biðröðina? Jú, G kemst hérna á biðröðina. Hvað ég að gera að tekna? Byrja aftur. Ég byrjaði að setja A á biðröðina, síðan B, C, D. Ok, búin að meðhandla A, nú ég að meðhandla B. B setur G á biðröðina. Og ekki fleira. C setur síðan E á biðröðina og D setur F á biðröðina. Þá erum við búin með B og C og D. Og þá tökum við næst G á biðröðinni, ekki E eða F. Þetta það sem eftir á biðröðinni. Út frá G kemst ekki neitt. Út frá E komist ekki neitt meira heldur. Út frá F komist við í H. Þá erum við búin með þetta, út frá H komist við I. Og þá erum við búin með allt saman. Þannig að þá var þetta endalega röðin hérna. Röðin sem við heimsótt. Ok. Og síðan beðum, ok, hversu marga sterka þætti hefur þetta net? Þá þurfum við aðeins að fara að vanda okkur hvað sterkir þættir hérna. Og þurfum kannski aðeins að spá í það fram og tilbaka. Við sjáum rauninni ef við vendum okkur að þetta ekki, jú, það einhverju sterkir þættir hérna, ekki í þessu. Það einhverja rásir, meina ég, sem hægt að finna. Það rás hér.
Þannig að þetta eina sterka rásin, eða ekki? Eina áttaða rásin. Hvað þá svarið? Aðeins margir sem sverðu 1. Svarið 7, já. Vegna þess að hver hnútur hérna fyrir sig þá ein sterkur þáttur og síðan þetta einn sterkur þáttur. Þannig að svarið 7. Það margir sem glemdi því að þessi stöku hnútar eru sér þáttur. Og síðan hérna fylgja eftir því að þá grannröðun sem við myndum og eða útskýrðu af hverju neti hefa enga grannröðun. Hérna auðvitað að segja að það rás í netinu og þess vegna það ekki órásað og þess vegna ekki til grannröðun. Hérna beðum minnsta spanntré og við eigum að reyna að finna röðun á leggjanum eins og annars vegar krúskal finnur þá og hins vegar prim finnur þá. Og krúskal tekur leggina þeirri vaxandi röð, þannig að hann byrjar á þessum hérna og næsti þá með vægi 2, næsti með vægi 3, síðan vægi 4, vægi 5, vægi 6, ég missa einhverju. 7, hvað kemur næst? Svo virðist þessi hérna koma 8, en það myndar rás, þannig að hann ekki valinn. Því næst kemur þessu hérna vægi 9 og aftur leggjum við vægi 10, en það myndar líka rás og þessi hérna vægi 7, hann myndar líka rás, þannig að við sleppum þeim. Og við sjáum að þetta eru bara 2 þættir, minnsti leggurinn sem eftir hérna númer 11 og hann tengir þetta saman og þá hann búinn. Þannig að í krúskal hljótaði að vera í vaxandi röð eftir vægi. En hvað með prim? Hvernig virkar það öðruvísi? Jú, þar gefið að já, hérna spurning ekki nógu góð vegna þess að það ekki sagt út frá hvaða hnút byrjar hún, en ef við gefum okkur það að við byrjum út frá hnútnum 0, þá leggjum við minnsta vægið út frá honum, það þessi hérna, og tekur síðan næst þann hnút sem með minnsta vægið til að tengjast við það tré sem komið Og hvaða hnútur það? Það B, já. Það vægið 6. Svona höldum við áfram. Til tengist við það núna, þá þetta hér. Til tengist við það, þá fáum við hérna legginn hérna, 4. Hvað núna minnsta gildið? Já, það allir með meir en 10 af þeim leggjum sem tengjast við tréð. Nema þessi hér upp á 9. Og hvað svo? Já, þá þessi hérna legg með vægið 11. Þá kemur þessi legg með vægið 3 og síðan kemur þessi legg með vægið 1. Og þetta svarið. Þessi röð sem við gáum upp. 2, 6, 5, 4, 9, 11, 3, 1. Og síðan hérna spurning kannski af erfiðara taginu, það að segja hérna í það hanna lausnaraðferð. Það gefur lýsing á verkefni því að finna leið með mesta áreiðanleika. Þannig að gefi vegi net, hnúta S og T og gildi T, hann reiknir sem finnur leið á milli S og T með áreiðanleika í minnsta leið T eða svarar engin slík leið finnist. Vaxtarhæði verstafall tímafleki reiknirins ætti að vera E plus VAF. Nú hvað áreiðanleiki? Jú, það minnsta vægið á legg á þessari leið. Hérna sjáum við að
okkur gefið hérna í þessari fyrri spurningu, þá okkur gefið ákveðin þröskuldur T og við finna leið sem er áreiðanleika í minnsta lagi T, allavega T, eða svara engin slík leið finnist. Hvernig ætlum við færum að þessu? Við sjáum út frá tímaflækjunni að þetta má ekki vera of dýr aðferð, en þetta er einhver af þeim aðferðum sem við höfum kynnst. Og hugmyndin er einfaldlega svo, við bara búum til net á þessa hnúta sem við erum með, en notum bara þá leggi sem eru vægi stærra en eða jafnt og 10. Og keyrum síðan BFS á það net. Og þá svarar BFS annað hvort ég kemst í þennan hnút, og ef svo þá ég bara að nota leggi með vægi allavega 10. Ef ég kemst ekki í það, þá er engin leið með þennan áreiðanleika. Þannig að hugmyndin hérna er að nota BFS. Í seinni hlutanum þá að finna leið með hámarks áreiðanleika. Og það er reyndar hægt að leysa þetta á tvo mismunandi vegu. Það væri hægt að nýta aðferð Kruskalls. þar sem að við höldum áfram þar til við erum búin að tengja þessa upphafspunkta. Við erum hérna með punkta S og T og við bætum við alltaf, við núna bætum inn í þetta, finnum spandrið sem er mesta spandrið, það sem er með hæsta vægið og höldum áfram þar til við erum komin, búin að tengja þessar tvo hnúta saman. Getum gert það með því að nota Union Fund-grindina sem við erum að vinna með. En lýsingin sem er hérna er önnur, þetta er önnur leið til að gera það, einfaldlega að nota tvíundaleið til að finna stærsta mögulega þröskuld, þar sem að þessi aðferð ofan skilar svarinu já. Og þá gerum við það með því að við búum til fylkja af öllum þessum vægjum, röðum þeim og gerum síðan tvíundaleið á það fylki. Þetta er einnig svona frekar strempið fyrir marga, en þó eru góða lausnir sem komum líka fram. Síðasta spurningin hins vegar, nei, þetta er ekki síðast, jú, þetta er síðasta í þessari grunnaðferð hérna. Það er að finna hvaða, eða skilja milli mismunandi röðunarreiknirita. Hvaða reiknirit er hvar hérna. Og okkur er gefið að það sem er hérna lengst til hægri, að það er upphaflega inntakið og það sem er hérna lengst til vinstri er raðaða inntakið og síðan er hérna hlutaniðurstöður á sex mismandi reikniritum sem komið sögu. Það er að segja selection sort, insertion sort, merge sort, top-down útgáfa, merge sort, bottom-out útgáfa, quick sort, en án þess að það sé notið stokkun í upphafi og heap sort. Og þá er spurningin að reyna að átta sig á því, já, hvaða eiginleikar eru það sem þessi mismunandi aðferð að hafa? Hvernig getum við séð út frá þeim hvaða aðferð á við hvar? Eitt er það að skoða til að mynda, ég meina þetta er raðaniðurstaðan. Okay, hvaða aðferð er með þessu fyrstu stök svona nokkurn veginn eins? Við sjáum hérna að þessi dálkur hérna, hvaða dálkur? Jú, þessi hérna kemst nú lengst með þetta. Öll þessi hérna stökur er nákvæmlega eins og þau stök sem eru hérna eiga verið röðuð. Meðan að stökin fyrir neðan eru rauninu sama eða mikið til það sama eins og upphaflega inntakið. Hvaða aðferð allir það sé sem heldur svona? Sem vinnur sérstaklega á þessum upphafi. Selection sort, insertion sort er líka dálítið þannig að hún raðar því sem er í byrjun. En þar er maður raða lista sem inniheldur ekki endilega öll stökin. Og við sjáum að þau sem eru hérna fyrir neðan eru öll stærri heldur en stökin sem er hérna fyrir ofan.
Þannig að þetta hérna á akkurat við selection sort 2. Og síðan getur maður gengið á röðina og séð hérna insertion sort, þar ertu með fyrstu stökin í réttur röð, en þau sem eru fyrir neðan nákvæmlega eins og í upphaflegu inntakinu. Hver getur það verið annarkvort þessi eða þessi hérna? Hérna ertu með röð sem nær alla leiðina hingað, en þau stök sem fyrir neðan er ekki til sömu röð og þau sem koma þarna eftir. Það hins vegar á við það sem er hérna í dálki 6 að fyrstu hlutan af því er í réttur röð og þau stök sem fyrir neðan nákvæmlega eins og í upphaflega inntakinu. Þannig að 3 á við hérna. Og svona getum við gengið á röðina. Við getum séð til dæmis að heap sort er hér til að mynda vegna þess að stærsta gildið er hérna efst upp í rótinni. Það er það meðan að maður er ennþá með tréð. Meðan þetta er ennþá tréð að þá er stærsta gildið efst. Og síðan eftir hann úr skilatrénu að þá rauninni í raðan af því sem er hérna aftast. Það verður klárað fyrst. Höfðu hinn. Merge sort er hægt að sjá að þá er þetta í svona bútum, röðum bútum. Hvernig skiljum við að hvort þessi bottom up eða top down. Það sjáum við alltaf á stærðin á bútunum. Í bottom up útgáfinu þá eru allir bútarnir jafn stórir. Nokkurn veginn. Í top down útgáfinu þá er maður kannski búin að raða öðrum helmingnum en bara einhverjum bútum sem er í vinstri helmingnum. Og svo framvegis. Nú síðan er hérna, lokið var hérna svona bónusspurning. Útfæra gagnagrind sem heldur utan þessar 2 aðgerðir. Að geta sett inn stak og geta gefið meðgildir á þeim stökum sem til staðar. Þá munum við að forgangsbyrjuð, hún heldur utan aðgerðnar, maður getur bætt við stökum og gefa manni stærsta gildið. Hérna beðið miðgildið. Hvernig í ósköpunum getum við meðhandlað það? Þetta er reyndar, held ég að við nefnt einhvern tíma. Það er hægt að gera það með því að hafa stökin í 2 mismunandi hrúgum. Önnur hrúgan er meðhandlað sem min heap og hinn sem max heap. Og það er myndað svona eins konar tvöfaldan þríðning. Þannig að það er alltaf annarkvort minnsta gildið í minnrúni eða stærsta gildið í maxrúni sem eru þetta miðgildi. Og þá þurfum við að halda þeim jafn stórum með því að færa stök til og frá úr þessum hrúgum. Nú, síðan er líka hægt að meðhandla þetta með því að nota rauðsvertré og nokkurn er samskonar hátt. Já, vegna þess að við báðum bara að tímaflækja aðferðina sé login. Með þessu getum við svarað þessi median hérna á konstant tíma. Nú þetta er prófið frá því fyrra. Einhverjar spurningar? Þetta. Vil ég taka pásu? Ekki svör. Og ég renni gegnum næsta próf. Já, það er alltaf ákveðnar áherslubreytingar. Í fyrra var ég til dæmis ekki með rauðsvertré. Þess vegna komið ekki fyrir þarna.
og kannski væri með aðeins meiri áherslur á því að leysa til þess mismunjöfnur, vinna með þær. Drífa okkur hérna á, sko hérna, svörum við þessu. Og hérna fyrir kannski aðeins hraðar í gegnum þetta. Hérna er samskonar spurning varðandi tímatökur á log-log-grafi og við fáum að hallartalan 2. Hvaða tímaflækjum við fáum út af því? Jú, hallartala 2 bendir til þess að sé n-jöður. Hérna erum við með svona tvöfalda lykkju. Þetta er unni sama dæmið og var þarna í fyrra. Svarið er n log n. Hvaða röðun aðferð keyrir á n log n tíma meðaltali og notar eingöngu of 1 aukapláss til viðbótar. Og þá er gefnum valmöguleikar og þá sjáum við að flesta þeirra eru að taka annarkvort of mikið tíma, eins og til dæmis insertion sort, eða þau nota aukapláss eins og merge sort og reyndar að því að beðum of 1 aukapláss þá er þetta líka quick sort. Og hér í þessu tilfelli gæti þetta hugsanlega verið gilt vegna þess að sjálfsort gæti eftir n log n tímaflæki, við vitum það ekki ennþá. En rétta svarið hérna er heap sort. Síðan spurning varðandi true-false spurning, fjölvalspurning varðandi P og NP. Ef P er ekki jafnt á NP, þá þýðir það eins og við sáum að fullt af verkefnum hafa þá enga margliðbundna tímaflækju. Hérna fáum við aftur union find dæmi. Svo fyrsta er með rás, þetta er einlöng rás, þannig að hún getur ekki myndast. Dæmi nr. 2, það hvernig lítur það út? Ég hef kannski átt að tekna það. Þá sjáum við að það er allir nótarnir sem tengjast í 2 nema 7 hún tengist í 1. Það er ekkert að þessu 3, þannig að þetta er rétt. Þetta er ekki rétt. Hérna sjáum við dæmi sko, weighted quick union. Gæti þetta hafa myndast einhvern tíma svona? Svarið er nei. Hvernig gæti, ef við spyrjum okkur, sko, hvernig getur þessi runa hérna myndast? Það gæti ekki hafa verið þannig að þetta hafi verið til og þristurinn hafi verið settur undir fjarkan. Þristurinn hefði verið þá sendur undir 8. Þannig að það hefði þurft að vera þannig að þetta hérna hlutri hefði verið sett undir 8. En þetta hlutri hérna er með 5 hnúta versus það er bara 4 hnútar í restinni. Og þess vegna getur þetta ekki hafa myndast ef við notum weighted quick union. Nú, ég ætla ekki að lofa að ég hef nákvæmlega eins spurningu næst, þó ég hafi haft það 2 ár í röð. Ég verið að búast við að það getur verið. Við erum að spyrja samskonar hugtök en ekki aðeins annað hátt. 3 möguleikar endurbætur og quicksort reikniritinu. Það er að nota insertion sort á lítið tilvik. Það er að nota median og 3 partitioning. Og það er að nota 3-way partitioning til þess að meðhandla líka stök sem ef það er mikið jafngildum stökum. Og það mætti líka nefna það er að garantera aukatímaflækjur sem mest alveg of log n með því að raða eða velja hvort undirverkefnið þú leysir fyrst. En það má ekki, að 2 af þessum megi ekki í rauninni svara samskonar dæmi. Hérna er spurt 2 leiðir til þess að samanburðar reiknirit, svo sem fyrir röðun, getur unnið með almenna samanburðarhæfa hluti.
Þannig að við unnum með generic comparable objects. Hvaða leiðir eru til þess? Kannski var leiðir ekki nægilega skýrt, en hérna beðum rauninni hvað það í þessu Java hierarchy sem leyfir okkur að tvær mismunandi leiðir til þess að framkvæma samanburði, og það annars vegar með það að nota comparator útvarslan, það með því að útfæra compare eða nota comparable skilið með því að útfæra fallið compare to. Þannig hérna beðum nota comparator hluti eða comparable interface. Þessi spurning getur komið upp. En ég hef ekki áhuga almennt alveg syntax á Java eða slíku. Hérna samanburðarspurning, þetta eitthvað sem gott að hafa í huga. Hérna gerum við samanburð á tveimur mismunandi gagnagrindum í þessu tilfelli fyrir simple töflur. Og kostur og gallar rauður og svarta trjá versus tætingar. Og ég held ég að við búið upp á tvö gildi hérna, kosti, tveimur kostum hérna í rauð svört trjá og þremur kostum, tvo kosti fyrir tætingu fram með rauð svört tré, þrjá kosti fyrir rauð svört tré fram með tætingu. Það sem tæting hefur að skilvirkni in praxis á vel með gögn sem haga sig vel er hérna betri, þess vegna þetta mjög mikið notað. Ef þú ert með fullar töflur, þá líka nýtingin á plássunum betri heldur en rauð svört tré vegna þess að minna overhead. Síðan var líka gæfirunni hérna fyrir að cache meðhöndlun getur verið betri ef þú ert með linear probing og það sé einfaldara, það sé styttri kóði til þess að útfæra það. Þetta svona minni háttar hérna kostir. Og aðalkostur rauðsvarta tré þú ert með svona performance garanti, tryggingu fyrir tímaflækjunni. Og líka það sé hægt að útfæra þessar indexir eða aðgerðir. Þetta mjög mikilvægt og nauðsynlegt stundum. Og síðan má hérna taka upp það að í versta falli þá plássið takmarkað og eyðing auðveld meðan að hún mjög erfið yfirleitt í tætingu. Og svona var eðlilegt að geta ekki bara skilið hvernig gagnagrindi virkar, heldur líka ástæðan fyrir að við erum að skoða mismunandi útgáfur að við viljum átta okkur á því hver eru mismunandi kostir og gallar mismunandi útfærsla. Og hérna aftur tekið svona dæmi þar sem við erum ákvæmna tímaflækju. Við vitum að þetta margliðu tímaflækja og við ætlum að finna gildin á þessari margliðu. Það segja veldisvísin B og fastan fyrir framan A. Og við erum hérna með, við fáum bara 3 gagnampunkta. 1,3 fyrir 10 stök, 5,2 fyrir 2000 og 21 sekúnda fyrir 4000. Og við sjáum að þetta fjórfaldast í hvers skipti sem við tvöföldum inntækið. Og það í samræmi við enn í öðru tímaflæki. Nú síðan þurfum við að finna gildið á A út frá þessu og þá þurfum við að finna rauninni bara hvaða gildið A það sem þannig að ef við erum með A sem enn í öðru til að mynda, setjum enn jafnt á 10.000 að það gefa okkur 1,3 sekundur sinnum fjöldi aðgerða sem framkvæmum með sekundu sem 10/9. Og þá finnum við hérna að þarna jafnt og 13. Og hérna kemur svona stuttar útskýringar og eins og þú sagði kannski að þá vilja kannski gera ráð fyrir að reyna að minnka þær kannski frekar vegna þess að
tímafrekt og erfitt að fara yfir slíkt. Hérna spurningum, af hverju ósköpunni að bjóða þetta upp að gagnatak bak? Vegna þess að þegar við erum aðra gagnagrindur sem við bjóða upp á það sama. Það má útskýra það mismunandi vegu, en aðal kosturinn sá að með því að nota svona takmörkuð skil, þá maður að líka takmarka hvað þessi client-kóði getur gert við það. Og þar með líka gert að auðveldara að skilja þennan client-kóða. Það má líka taka dæmi að það sé æskilegt að leyfa ekki eyðingar eins og hægt í Q-stack. B, það spurt hvaða vensl geta meldur hnúta í vinstra hluttré og hægra hluttré í 2D3. Þetta ætti að hafa alveg á hreinu eftir hérna skilaverkefni 3. Þeir sem eru vinstra megin annarkvort fyrir neðan eða vinstra megin við allar hnútan sem eru hinum megin. Þannig að við erum annarkvort með minna y-gildi en allir hinn hnútanir eða minna x-gildi en allir hinn hnútanir. Síðan kemur spurning það sem að gefa skilgreiningu. Og það einfaldlega það, hvað skilgreiningin á þessu verkefni satisfiability? Hún svo að skilgreinin sem sagt inntakið. Gefið ákveð inntak, hvað inntak? Jú, það formúla, boolean formúla á þessu 3 CNF formi og það sem á að leysa þetta satisfiable. Og þá til að vera fulllýsa því, þá útskýrir maður hvað maður þýðir þessi satisfiable til gildisveiting fyrir breytunar sem þannig að þessi formúla reiknist upp sem sönn. Og ég krafðist þess ekki að maður lýstu nákvæmlega hvað hérna CNF væri. PageRank dæmi reikniverkefni sem krefst margföldan á mjög stórum afar-rýrum fylkjum. Hvaða gagnagrinda samsetning af gagnagrindum hentar fyrir þessi fylki og leyfir skilvirka útreikninga með þeim? Þetta ekki spurning PageRank, heldur einfallega hvaða gagnagrind hentar vel til að margfalda saman stór og rýr fylki. Og við sáum dæmi þetta þegar við vorum skoða hagnýtingar á hérna simple-töflum. Að við notum set til þess að geyma hvert stakk, hverja röð og þannig að við erum að nota raunni simple-töflu fyrir hverja röð í fylkinu. Og yfirleitt eins og var sýnt, það var sýnt sem að notaði tætutöflu en það kannski ekki lykilpunkturinn í spurningunni. Hérna aftur dæmi rúur og þetta kannski bara ákvæmlega sama dæmið. Men hérna byrjaði þetta á 0. Það var sannlega mistök. Hérna fáum við spurning óáttuð net. Og þetta þá spurning sem á að ekki að skrifa nýjan kóða, heldur breyta kóða. Þannig að hann útfæra eitthvað ákveðið. Þannig hérna gefum kóðinu rauninni fyrir DFS og þær breytur þau gögn sem þurfa þar til staðar til þess að umbreyta þessum kóða og við viljum gera ákveðið tékk og hvað það? Tékk á hvort að gefi net sé tvíhlutanet. Ég man reyndar ekki hvort ég skoða nákvæmlega þetta verkefni í tíma, mun eftir því. Ég held ég hefði talað það þá, en þó man ég ekki eins vel. Og það kannski ástæðan á hverju ég tek akkurat þetta. Hérna spurning að reyna að beita þessari lausnaraðferð sem við kunnum á svona tiltölulega þægilegt verkefni. Og hugmyndin einfaldlega svo að við merkjum hnútana
Ég er nokkuð viss ég hafi fjallað þetta. Við merkjum hnútana, annars væri heimsótta og hins vegar með lit. Litur heimsótti fá annarkvort hvítur eða svartur. True eða false. Og ef það alltaf þannig að hvítur hnútur tengist í svartan hnút, að þessi engin leggur úr svörtum hnút yfir í annars svartan hnút, að þá netið tvíhlutanett. Þannig að það þurfti að gera hérna minniháttar breytingar til þess að útfæra þetta. Það gefið hérna. Það sýnt hér. Það raunum bara þessar 3 línur hér. Það það að við tékkum á því, við litum hnútinn, og við litum hnútinn með akkurat öfugildinu sem foreldrið var með í þessu DFS-tré. Þannig ef foreldrið var svartur, þú fórst úr foreldrinu í þetta barn, þá með það hlýtur sá hnútur að vera hvítur og öfugt. Og síðan þurfum við að bæta þessu tékki hérna, en ef þeir eru núna konum með sama litin, 2 aðlagin hnútar, þá á niðurstaðan að vera ósann. Þannig þetta eina sem þurfti að gera til þess að breyta þessum kóða. Hérna síðan dæmi BFS, DFS.net. Hérna aftur bara spurningum að þið skilji hvernig reiknirituna virka. Hérna þetta gefið á svona grannlistaformi og þar með röðin sem við heimsækjum hnútana gefin á því formi líka. Og síðan eigum við að merkja tekna inn á í hvaða röð þeir eru heimsóttir og svo framvegis. Í edge2 til að mynda. Hérna bara þessi 3 leggir sem fá gildið í þessum edge2 fylki. Þetta postorder röðin, hérna aftur spurning sterka þætti, þetta dag, þannig að þannig að hver hnútur fyrir sig sín eigin sterki þáttur. Og spurningum grannröðina, og grannröðina einfallega reverse postorder. Það þessi útkoma sem hér. Nú hérna síðan spurningum tvílettatré og hitti fyrra var ég síðan með akkurat með svona rauðsvört 2-3 tré. Þannig hérna gefið ákveðið rautt svart tré. Við höfum áhuga á því fyrstur spurtum, hvernig lítur þetta 2 tré út sem samsvarandi þessu? Það ætti að vera mjög þægilegt. Við einfallega grúpum þá sem eru saman. Merti með rauðu. Hérna tekið fram að því að prófið ekki prentaði lit, að rauðu leggir eru sýndir með þykkum línum. Þetta það samsvarandi 2-3 tré. Og síðan beðið að sjá, hvað beðið hérna? Það beðið að sýna hvernig það lítur út eftir að það búið að setja inn ákveðið gildi. Þannig að við framkomum insert og gerum þann breytingar sem þarf á fyrir tréð. Og þá sjáum við. Göngum í gegnum nokkur skref. Við byrjum með að setja inn hérna innst. Neðst, þá heima hér. En þá erum við komið svona 4 hnút. Og það þarf að gera honum, þannig að við notum color swap á hann. Þá aftur komum við 4 hnút og fyrst þurfum við að gera rotate left til þess að rauði leggunni liggi til vinstri. Og þá getum við gert annað rotate til þess að 4 hnútur sé balanseraðar og þá í lokinu hægt að gera color swap. Þannig að þetta spurning að skilja hvernig aðgerðirnar á þessu rauðu svörtu tré virka. Svo hérna í lokin, ég held að þetta sé síðasta spurningin, að þá aftur svona erfiðari spurning. Það að segja,
Ef við analyserum spurningarnar aðeins, þá geta það verið þrennum tagi. Eitt það einfaldlega bara rekja sig gegnum hlutina. Vita hvernig hlutinir að virka og geta endurtekið það. Síðan eru spurningar að því formið geta skilað aðeins tengsleira til að geta borið saman hvaða eiginleika hafa mismunandi reiknirita og gagnagrundur. Og þriðja formið sem eru kannski óalgengastu spurningarnar, þær eru þá meira kreatífar. Geta beitt þessu til þess að leysa eitthvað. Og hérna er hugmyndin svo að nýta þær gagnagrundur, þau reiknirita sem við þekkjum, til þess að leysa einhver raunhæf verkefni. Og þetta er spurning sem var meira í dæmatímaverkefni. Og hún er að því formi, okkur gefið vegi net G og eftir að við erum búin að finna minnsta spanntrið fyrir netið, þá breytist allt í einu gildið í einum legg í netinu. Nú viljum forðast að þurfa að endurreikna þetta minnsta spanntrið algjörlega upp að nýtt og frekar reyna að lagfæra þetta spanntrið og taka bara tíma sem er þá O af E, réttur hlutfalli fjölda leggjana. Og lýsum því hvernig við förum að því. Nú það eru 4 möguleikar sem kom til greina eftir því hvort að vægið á leggnum breytist upp að við eða niður að við og hvort að leggurinn sé annað í trénu eða ekki í trénu, í minnsta spanntrinu eða ekki. Í 2 tilfellum þá er ekkert saman þarf að gera, til að mynda ef maður er legg sem er í spanntrinu og það minnkar vægið á honum, þá verður hann áfram í spanntrinu og það breytist ekki neitt. Allar eiginleikar gilda eins og áður. Samaskapi ef það er með einhver legg sem var ekki í spanntrinu og hann hækkar vægi, þá aftur breytist spanntriðið ekki neitt. Það er hinni 2 tilfellin sem þurfum að taka fyrir. Og hérna er verið að nýta okkur þessa almennu reglu, þessa mikilvægustu skurðarreglu, að það sé ódýrasti leggur yfir skurð, hann hljóti að vera í trénu. Þannig að til að mynda, ef við finnum það að við erum með tréð hérna, og það er einhver leggur sem breytist vægi, þannig að þetta verður núna þyngri leggur. Og þá tökum við, þá eyðum við hann út úr spanntrinu, eftir situr hérna 2 hlutar. Og núna þurfum við bara að geta tengt þess að 2 hlutar saman. Þannig við þurfum bara að finna 1 legg sem liggur yfir þennan skurð. Og þá getum við einfaldlega bara farið með einfaldri lykkju yfir alla leggin í netinu og athugað hver þeirra af þeim sem liggur hérna yfir skurðin með endapunkt sitt hver megin, hver þeirra með minnsta vægið. Bætum honum við. Og síðan eru samsvarandi reikningar eða álíki reikningar sem þarf að framkvæma ef þetta hefði verið leggur sem var ekki í trénu. En þetta er niðurstaðan af þessi 2 lokaprófum. Einhverjar spurningar? Nú, ég var náttúrulega við, ég ætla mér alltaf að vera rosalega frumlegur að búa til algjörlega nýjar tegundur spurningum. Þannig að þið mér náttúrulega ekki búist við að vera nákvæmlega sömu spurningum þar, en það er samt struktúrinn ætti að vera mjög álíka formi. Ok, þá segjum við gott í dag, sjáumst á miðvikudaginn. Þá rúllum við yfir efnið aðeins.